Ok, næsti Lóðaði þetta sjálfur? fyrirværslu sem Þóra? að ég lóðaði þetta sjálfur, það er að fara að gagnrýna þetta eitthvað. Það eru fólk að horfa inn á Nei, YouTube. nei. Þetta Ef er þið eru flott. að koma á YouTube þá þurfum við að subscribe og íta notification buttonið. Og það sem við ætlum að fara aðeins yfir í þessum fyrirlæsti er aðeins svona rafmagnsfræði hugtök, því við þurfum að þekkja strauma, spennur og viðnám og allt þetta lingo, og það mun líka vera að tala aðeins einhver svona grunn mælitæki í kringum þetta. Aðeins fyrsta hugtæki sem við munum heyra er riðstraumur og jafnstraumur eða DC og AC, og þið getið farið í sögulegar heimildir og fundið út hvað þessi átök snerust hvort við ættum að nota jafnstraum eða riðstraum. En í fljótu bragði þá er jafnstraumur bara flæði á rafeindum jafnt, og riðstraumur þá eru rafeindirnar í raun og veru að hjakkast fram og tilbaka. Ekkert ósvipað eins og bandsög sem að fer alltaf bara hring eftir hring, og eða svona hakkarasög eða stingsög sem fer fram og tilbaka. En hvort sem þið eru að nota þá getið þið fengið sömu vinnu úr hvoru tveggja. Fyrsta hugtæki sem að kemur alltaf er alltaf verið að tala um einhverja spennu, 24 volta spennu, 230 volta spennu, og takið eftir þessi spenna getur á bæði verið líka DC og AC spenna. En svona í grunninn er kannski þetta einfalda þetta niður í að ef þið eru að vinna með batteri og þess að þar, þá eru þið alltaf að vinna með DC spennu eins og í rafgeymum, og einingin sem við notum fyrir þetta er volt. Þannig að við myndum tala um 9 volta batteri, 1,5 volta batteri, 12 volta rafgeymir, allt í jafnspenna. En í húsaramaninu kringum okkur myndum við tala um riðstraum og oftast á 230 volt. Viðnámin er líka eitthvað sem við tölum mikið um, og þetta er svona klassísk viðnám með litakóða sem þið sjáið hérna, og mótstaða er fallegt íslenskt orð, og resistor eða viljið vera með einhverjar ensku slettur. Þau eru notuð í öllum rásum. Ég held að þið finnið ekki rafmagnsrás sem notar ekki einhvers konar viðnám, og eru annars vegar notuð til að deila spennunni á einhvern hátt, eða notuð til að vera með einhverja straumtakmörkun. Og næsta er einmitt straumurinn, sem er kannski svolítið erfitt að skilja þessu öllu, af því að með viðnámið og spennun er þið með einhver hlut sem þið getið haldið á, en straumurinn er í raun og veru þetta bara flæði á rafeindunum í gegnum leiðarann. Þannig að spennan einhvern veginn liggur alltaf yfir hlutanum og við getum mælt hana, en straumurinn er alltaf einhvern veginn flæði í gegn, þannig að ef við ætlum að mæla straum þá þurfum við einhvern veginn að fara inn í rásina til að geta áttað okkur á straumnum. Þetta er ansi góð mynd sem útskýrir þessi vel þetta samhengi á milli allra þessa hluta. Þannig volt vinur okkar öskureiður reynir að tróða amperinu greiðinu í gegn, og ómið hjálpar ekkert til með að vera að toga í hann. Þannig að og þetta er þetta ómslögmál sem allir eru að tala um, og jafnvel er fólk með tattoo. Ég er ekki komið með tattoo ennþá, og þetta er þessar 3 útgáfur af því, og það sem að þetta er hansi merkilegt og hansi mikilvægt, að þetta leyfir okkur að finna samhengið á milli. Algengasta útgáfa sem við notum kannski að þessu þegar við erum að mæla og finna út hluti er að þá erum við að mæla spennuna, vitum strauminn, vitum viðnámið og finnum þannig út strauminn. Og þið prófið þetta bara þegar nær dregur, því það er kannski erfitt að átta sig á þessu á einhver einni glæru. Og þessi spenna, straumurinn og viðnám, þetta hefur alltaf einhverja einingu. Og það er svolítið mikilvægt, að því að við værum í ansi miklu vandræðum ef við hefðum ekki einingarnar. Það getið ímyndað ykkur að við værum að tala um einhverja lengd og við myndum bara að segja réttu með spýtu sem er eitthvað 10 lengd, eða þú veist, látum við hafa viðnám sem er eitthvað 10 viðnám, það myndi enginn skilja okkur. Þannig að leið og við erum komin á meter, þá getum við sagt sagaði fyrir mig 10 metra af spýtu, eða taktu þessa spýtu og sagaði hana niður í 1 meter og þess að þar. Og það er alveg eins með spennuna, við getum sagt stiltu spennugjáðan á 12 volt, það er 1 ampere að fara í gennum hennan leiðara, eða mér vantar 1 kílóohm. Því svo er þessi forskeiti sem við setjum fyrir framann, sem er alveg eins og í lengdin, eða við getum talað millimetra og kílómeter, sem gerir hans í þægilega, svo við þurfum ekki alltaf að vera að segja, þetta er 0,0001 meter á þykkt. Og í rafmagnsfræðinni erum við að fara ansi mikið frá
milli og upp í mega, en svo þegar þið farið að fara í rafeindatæknina þá farið þið mikið bara inn í mikró og nano og í útvarpsbylgjum þá eru þið komin líka upp í 8 giga og við þekkjum alltaf gigabætin í bara tölvanum. Þið munum líka koma að hugtökum sem að tala raðtengingar og hliðtengingar og þetta kannski skýrir svo svolítið sjálft að raðtengingin að tengjast hlutinir í röð og í hliðtengingunum þá eru þeir einfallega tengdir hliðtengt. Og þið getur kafa betur í þetta á eigin vegum á nákvæmlega hvað þetta þýðir. Ég ætla ekki að fara mikið það hérna, en ef að þið eru með raðtengdarás og hliðtengdarás þá breytist aðeins heildarviðnámi sem þið fáið út eða heildarspennan eða heildarstraumurinn. Þið sjáið að þetta kannski auðvelt í spennunni að þá einfallega leggst spennan saman. Ef þið eru með 3 viðnám sem eru öll jafn stór, þá fáið þið 4 volt yfir öll viðnámin. Í hliðtengingunni eru þið bara alltaf með 12 volt. Straumurinn gerir akkurat öfugt að í raðtengingunni þá bara alltaf þessi 0,3 ampere sem að færi hérna í gernum í raðtengingunni, en í hliðtengingunni ef viðnámin eru öll jafn stór þá deilist það út á öllu viðnámin. Og þessi viðnám eru eins og ég segi notuð sem straumtakmörkun og kannski fyrsta og augljósasta leiðin sem við notum straumtakmörkunina fyrir díóðu. Díóður, ljósdíóður eru gerðar fyrir einhver ákveðna spennu sem þær vilja sjá, þær vilja ekkert sjá neitt meira. Og ef við tengjum bara díóðu við 9 volta batteri og gerum ekki neitt, þá skemmum við þær. Þannig að við verðum í raun og veru að setja viðnámið hér og það sem að viðnámið gerir að bæði tekur þessa auka spennu og takmarkar strauminn í gegn. Því að það er svona þumalputtaregla, getum við sagt að ljósdíóður taki í gegnum sér 20 milliampere og svona 2 volt. En það er aðeins mismunandi eftir í hvernig liturinn er á díóðunum. Hér er einhverjir útreiningar sem ég ætla ekki að fara mikið í þessum fyrirlestri. En ég ætla aðeins að stoppa við síðan á fjölsviðsmælinum. Því að rafmagnsfræðin er líka eitthvað svona fag sem er stundum pínu pirrandi því að maður getur ekki notað þessi venjulega skinnfæri sem við höfum sem mannfólk og bara fundið þetta út. Maður öfundur oft pípara sem maður geta bara snert pípuna til að sjá hvort hún sé heit eða köld eða sjá ef allt lekur út allt. Þótt að ég öfundi ekki pípara þurfa síðan að díla við það. En í rafmagnsfræðinni þurfum við að reiða okkur á einhver mælitæki í kringum okkur og fjölsviðsmælirinn er alveg svona fyrsta mælitæki sem að þið munuð nota og með þessum fjölsviðsmæli getum við mælt alla þessa hluti sem við tölum Þið getum mælt spennuna, viðnámið og strauminn. En við gerum það á mismunandi hátt og þessi mælar geta verið líka mismunandi. Þið sjáið að það er skali hér sem getur valið viðnámið, þið getur valið hérna spennuna, bæði jafnspennu og riðspennu og svo getið þið valið amperinn hérna niðri. Sumir mælar eru einfaldari eins og þessi hér, þar sem þið eru einfaldlega bara með einn skala og þurfum ekki að hugsa það meira. Hér er spennumælingin sem er í raun og veru mesta mælingin sem við notum hvað oftast. Og þegar þið verið að átt ykkur á þessu og nota þetta meira þá eru þið svona í 70% tilfella að spennumæla. En oftast byrja maður alltaf á því að viðnámsmæla sem er algjör óþarfi mjög oft. En hér er einhver viðkomandi að mæla spennuna bara einfaldlega við batteri og það er mjög einfalt að gera það og þegar þið eru með þetta í rás þá bara tengiði mælirinn yfir, ekkert vesen. Straummælingin aftur á móti er kannski hvað minnst notuð af þessu þrennu en getur komið sér afskaplega vel í mörgum tilfellum og þegar við erum að straummæla þá þurfum við að rjúfa rásina og þess vegna er kannski pínu maus ofta á þessum prentblötum getum við ekkert verið að rjúfa neina rás en við þurfum sérst að gera það ef við ætlum að mæla. Ef við gerum það ekki þá er mjög algengt að maður tengi mælinu oft svona og setja á straummælingu og þá þurfum við að skipta með öryggi í mælinum. Og þið þurfum líka oft að færa mæliprópin yfir mælirinn. Þegar þið eru að viðnámsmæla þá þurfum við bara í raun og veru að passa ykkur að vera ekki með straum á rásinni.
það er alveg algengt sem að maður sér fólk gera er að það er að mæla einhvern veginn svona og ætlar hann viðnámsmæla en gleymir að slökkva á rásinni eða taka batterið úr. Þið getið skoða þetta líka í ykkar eigin frítíma á kvöldi til eða hvenær sem þið viljið og þetta er svona circuit simulator sem að sýnir allt þetta sem ég er búin að vera að tala á mjög visual. Þannig að fyrir það sem er að horfa á þetta eftir á YouTube þá minni ég ykkur á að subscribe og hitta þannig notification bellið og við sjáumst í næsta vídeói.